Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Við erum komin hérna til að gera eitthvað skemmtilegt og umfram allt þá vil ég nú lofa Guð, ekki? Já, hann það sem við erum að keppast eftir að þekkja betur og skilja betur og umfram allt þjóna betur. Þannig að við erum batnandi menn sem að lifum og erum með þessi grunnatriði á hreinu hvað okkur sjálfa varðar. Það trúin. Mín trú þarf að vera fyrir mig. Hún þarf að tengjast lifandi uppreisnum Jesú. Það að ganga fram í trú og hvernig lærum við það? Jú, við leyfum honum að kenna okkur. Það ekki nóg að kenni mér sem hann hefur gert. Hann vil líka fá að kenna þér. Og þá gerist það, alveg svo hefur gerst hjá mér, að við förum að keppast eftir því að ganga samstíga honum. Og þá erum við aldeilis komin í góð mál, því að þetta getum við mjög vel gert, en við gera það ekki ef við ætlum að gera þetta einhvern veginn með hangandi. Það hefur maður lært á langri leið að trúin alvöru mál og verður vist í engu öðruvísi en alvöru mál. Og ég get tekið þessu alvarlega. Ég get lifað mína trú. Og hvað að lifa sína trú? Lestu orð Guðs og þá veistu hvað það að lifa sína trú. Og þú skilur betur eftir því sem að þú áttar þig betur á hvernig orð Guðs talar. Mikilvægi þess að deyja sjálfum sér. Og hvað nú að deyja sjálfum sér? Þú hættir ýmsu sem áður svona kannski espaðið upp í kringu þig og deyr því og það getur verið fyrsti sigurinn fyrir eitthvað. Og svona heldur þetta áfram og deyrið ýmsu sem að þú varst með. Alls konar siðir, við erum náttúrulega bara siðir og venjur fram í fingur og góma. Og þessu deyjum við einu og öðru og rísum upp í Jesú nafni eftir hver dauða svona innan gæsalappa ef svo má segja. Já, við deyjum sjálfum okkur. Það sinn dauði. Og við tökum upp venjur og hætti orðs Guðs og það verður okkar hlutskipti. Það sem eftir það að segja ef við gætum trúarinnar. Ef ég vill ekki gæta minna trúar þá ætlar þú auðvitað að gera það fyrir mig en þú getur það ekki þótt þú vildir það. Þarna hringur dreginn utan einstakling sem verður að sinna þessu eða hann sinnir þessu ekki. Ég get sinnt þessu og við stakkur yfir. Ég vil það. Ég vil það sjálfur. Og það nú eitt af því sem maður hefur lært, það að vilja að gera þessa hluti. Við elskum að þjóna Guði, við segjum það mörgum sinnum, en sum af okkur erum líka að þjóna Guði vegna þess að þeir vilja gera það sem þeir eru að boða. Þannig að þetta helst alveg í hendur og þannig eru fleiri en við okkur grunar oft á tíðum. Okkur finnst nú ekki kannski mikil trú vera hjá þessum og hinum eða þessar og hinum manneskjunni. En hvað veit ég trú annarra manna? Og hvað varðar mig trú annarra manna? Mér nægir alveg að vita hver ég stend í Jesú og veit ég það. Svo Guði fyrir að þakka já að ég veit það. Og ég veit alveg frá því að ég kynntist honum fyrst, hver ég stend í honum. Þetta ekki hroki? Ég veit ekkert hvað hroki í þínum augum. Og mér var það raun ekkert það hvað þér finnst vera hroki, en sumir segja sannleikan og ég einn af þeim sem segir sannleikan. Líka hvað mig sjálfan varðar og ég alveg tilbúin til þess að gagnrýna sjálfan mig út í það farið. Og það hef ég oft gert. Þannig að maður vill bara haldast réttu frammi fyrir Jesú og þess vegna maður að gera til að mynda þessa þætti. Þeir eru ekki bara til þess að uppbyrja þig og kenna þér einhverja leksíu. Þeir eru líka fyrir hann sem að gera þetta. Ekkert síður. Svo fyrir utan það
að þá hefur hún afskaplega gaman að því að vinna þetta efni eins og allt annað Guðs efni sem að hann er kallaður til að gera. Hann fyrir að elska að gera þetta. Og það sem þú elskar að gera, að það heldur áfram með, þrátt fyrir að þú stundum ekki nennir því, og þetta kemur fyrir okkur alla, en að nenna því ekki er ekkert annað en bara Satans verk í þér sjálfum og mér. Þannig við sjáum, við erum að glíma við holdið, við erum að glíma við Satan og hans ára og púka. Þeir vita alveg hvernig þeir eiga að ná þér og þeir gera allt þeir geta til að ná þér, til að, hvað? Þú gerir ekki Guðs verk. Það er málið, okkur. Þegar Guðs verk hrindur nú koll þeirra áætlur. Og þessir púkar og árar, þeir hata bænina þína í Jesú nafni, að því að hún er afl, gríðarlegt afl, það ég fengið að sjá. Og hef svo stu vitnað ég man eftir því þegar ég kraup við í tröppunum upp að altarinu og ég var alltaf byrjaður á bæninni, þá sá ég bara eldglæringar inn í svartneti fyrir framann og ég sá ekki andaveru vonskunna bara splittast í allar áttir af þessari litlu bæn. Akkur var Drottinn að sýna mér þetta. Hann er að segja mér, Konráð, svona virkar bænin. Ég sá þetta núna í þetta skiptið, þetta er mörg ár síðan. En ég bið og ég veit að sama gerist. Drottinn sýnir manni ekki alltaf bara hvernig þetta virkar. Hann er búinn að sýna manni þetta einu sinni og ég veit að þetta er svona. Sama gilti með brauðsbrotninguna. Þegar ég hef nú líka sagt frá þessu, það er alltaf að endurtaka gott efni aftur. Og það hattaði þannig til, við vorum á samverustund, ég held að við verðum hátt í 500 manns, það var svona mót. Og eins og venja var held ég á þessu móti, þetta var nú árlegt mót búið að vera árum saman og ég held að sé ennþá. Og ég held að það sé nú regla þar að enda þetta á brauðsbrotningu. Og á þessu móti er oft fjöldi manns, kannski 500 manns, 400-500 manns. Og það tekur tíma að sinna öllu þessu fólki því að menn fara bara í röð og 500 manna röð er nú nokkur löng röð og þó að þetta gangi fljótt fyrir sig og allt það. Og ég var svo heppinn, svona eftir á að hyggja þá var ég heppinn, því að ég var fyrstur eða annar maður sem að fékk efni. Og ég settist í stól sem var bara, fremst, það voru allir stólarauðir, mann gat bara valið úr og ég gat fylgst með brauðsbrotningunni. Og það var mikil skóli fyrir mig að fá að fylgjast með þessu svona í návíi. Ég er enn svona uppundir blautur og bak við eyrun í trúnni þegar þetta er. Og þá sá ég þessa rosalega, hversu brauðsbrotningin er rosalega mikilvæg. Þetta var mikill fagnaðarfundur og þetta var mikil opinberu fyrir mig og ég veit í dag og hef vitað síðan hvað hún gerir mikið gagn. Ég verið á brauðsbrotningum, ég hef búin að vera mörgum brauðsbrotningum síðar og tek nú yfirleitt þátt í þeim. Nema kannski ekki alltaf, en ég tek nú yfirleitt þátt í þeim þar sem þeir eru. Ég er svo 99,9% tilvika, en kannski ekki alltaf. Og það er bara allt í lagi með það, því að þetta ræður maður sjálfur hvernig maður gerir þetta. Ég er ekki aðstu til þess að sýnast eitthvað fyrir mönnu, ég bara lofa Guð með því sem ég geri. Já, með því sem ég geri. Og það hefur nú verið svona verklagi á mér til þessa og ég ætla að halda því áfram. Þannig að það er mjög gott að þjóna Guði og ég elska að þjóna Guði og ég er nú ekki einn af þeim sem er mikið að mæðast yfir því að þjóna Guði því að mér finnst það bara að vera synd að vera að mæðast yfir því að Drottinn bauð okkur aldrei neina, eitthvað dans og rósum. Hann segir hvergi frá því í orði Guðs
Þannig að þetta mesta barátta og þú veist allt þetta. Þegar þú lest til að mynda sögu Krist sem að menn létu nú heldur betur kenna á því. Þú lest í Guðspjöllunum varðandi Pál og Pál einkum því hann svo stór partur af Nýja testamentinu. Hann var í endalausri baráttu og þurfti að hafa virkilega fyrir því að gera það sem Drottinn kallaði hann til að gera. Og þetta auðvitað bara mynd af því hvað mun mæta okkur á þessari trúargöngu og það mjög gott að vita þetta því að þá eiginlega kemur þetta okkur ekki á óvart. Og þess vegna þetta svo mikilvægt að reyndir menn, konur og kallar, þau svona tali vitnisburðin sinn til að mynda þetta á þess að vera kannski með tárinu í augunum að harmi. Það séu allir svo vondir við okkur. Þetta mótstaða sem mætir okkur og þá skulum við vita ef mótstaðan mætir og ég tala nú ekki ef hún hörð og hún alltaf leiðileg náttúrulega, við þurfum ekki að tala það. Við erum bara á sama stað og þessi menn. Pétur, Páll, Kristur, allir þessi menn. Þeir voru allir þarna á þessu stað. Okkur skildi ég þó eitthvað sleppa við það. Og ég slepp heldur ekki og ég held að sé sama með þig sem hefur virkilega staðið í eldlilinu, þú hefur ekki sloppið með bara, þú blíðan blægin, þú dottnið blíðan blægin, en líka ertu stundum með bara stormin í fangið og ekkert minna það. Og hvað ætlar að gera? Hoppa, sumir hoppa reyndar, kvarta, sumir kvarta, það er rétt, en sumir gera hvorugt, þeir hvorki hoppa en kvarta, þeir bara halda áfram. Og það er miklu betra heldur en að detta í hingirinn. Því að hvað ertu að gera með því að detta í hingirinn? Þú ert að éta sjálfan þig upp að innan. Og viltu það? Ekki þú veist hvað það merkir, þá viltu það ekki. Nei. Þannig að þú berst áfram trúarinnar góðu baráttu og átt fleiri fylgjendur raun og veru heldur nú kannski þú heldur. Þannig er það nú. Vegna þess að við erum sjáum svo lítið, við erum svo eigingjörn og finnst við svo oft standa ein í þessu, en svo kemur Drottinn og segir okkur það að hann sé til að mynda með. Er þá ekki sigur vís? Það myndi ég segja. Og hvað haldið þið að hafi ítt manni áfram og att manni út í verkin annað en þessi vissum og Drottinn með? Ég get að lofa þér því að þetta, maður fengi ekki hvatningu frá Drottni einkum og sérilega í stundum önnur svo sem. Þá er þetta allt saman löngu hætt. Ég er ekki öflugri maður en þú, ég er heldur ekkert slakari. Við erum bara á þessum stað. Og Drottinn veit það að sitt fólk, það þarf líka sína uppörvun. Og hann veit líka að hans fólk, sitt fólk, fær ekki alltaf uppörvun frá bræðurum og systurum, þó það geti alveg verið. Þá er það ekkert á vísan að róa með það og það er allt í lagi. Við lærum að horfa til Drottins. Það er það sem við lærum og við lærum þetta og gerum þetta og þá skiptir hitt ekkert svo miklu máli, það er þægilegt að fá klapp á öxlinu og allt það, en það hættir að skipta máli og þú ætlar ekki að standa og falla með því að fá klapp á öxlinu eða ekki, eða hól í eyra eða ekki. Þú bara gerir virkuð að því þú veist hvað þú átt að gera og hvernig þú átt að standa að því. Og dvelaður í orðinu, þekkir orðið vel, sumir þekkja það mjög vel og það er gott að þekkja það vel. Þú vinnur eftir því og ferð ekkert lengra en þú þarft eða átt að fara og veist mörkin. Því Drottinn að sýna þér hvar mörkin eru. Já, við höfum sjálfsagt sett hvor mörkin. Ég hef mín og þú hefur þín. Það er boðið að Guði með þeim hætti. Það er gert í þinni trú sem er ekki mín trú. En trúin starfar saman og þannig eru við bræður og systur í trúnni að því að þetta starfar saman. En mín trú er mín trú, þín trú er þín trú. Ég þarf að sinna minni trú og þú gerir fyrir þig á sama hátt og sinnir þinni trú. Það sem við getum gert og erum, og neytum því ekkert, að við erum hvatning hvort er annað. En þú verður að gera þín verk í Jesú nafni og ég gerir mín verk í Jesú nafni.
Til að mynda þetta efni sem að ég hef verið með hérna árum saman. Og ekkert að hætta með það, svo hjálpi mér Guð. Já, svo hjálpi mér Guð, ég þarf hjálp hans við að sinna þessu rétt eins og þú, hvað Guðsverkin þín varðar. Þetta allt í Guðs hendi. Hann drifkrafturinn minn, hann drifkrafturinn þinn, en eins og við vorum að tala á, það var gott að fá hvatningu frá bræðurum og systrum, en þú færð það svona endrum og sinnum, yfirleitt ekki. Af hverju? Það sé ekki bara vegna þess að við erum svo upptekin af eigin, já, kannski áhyggjum. Og það líka langt síðan maður sá að það eiginlega ekkert á menn að stóla. Ég ekkert að gera neitt lítið úr mönnum, það til fullt frábæru mönnum og konum, ég ekkert að tala neitt um það. En þú getur mjög lítið stólað á þetta fyrir þig og þitt verk. Og hvað ætlar að gera? Það ekki til neins að verða þessu, að hjálpa mann enginn. Það getur vel verið, haltu samt áfram. Af hverju? Þessi drottinn kallaði þig. Og hann setti þig í aðstæður sem hann vildi að þú sért í hvað þetta verk varðar. Og þar ertu með allt það sem þú þarft að gera til að mynda búa góðan þátt eins og þennan. Og þú gerir þitt verk og gerir það vel að þú ert undir kölluninni þinni. Og köllunin aflið sem að færi þig til að gera Guðs verk og Guðs verk alltaf rétt. Vissirðu það? Auðvitað vissirðu það. Þú trúi manneskja. Þannig að við sjáum að svona hvatning, já þetta hvatning, við marg oft heyrt hana. Marg oft heyrt hana. Og við erum að heyra hana enn einu sinni og af hverju. Við þurfum á því að halda. Þannig að dagurinn eins og hann Dagurinn hefur kannski lýjað þig, þreytt þig, mætt þig, gert þig svona upp undir vonlausan, en þó ekki. En svo kemur trúin inn í það, þetta jafnar sig nú yfirleitt allt og þú stekkur styrkur fram og gerir og ert harla sáttu við það að hafa farið og gert, að því þú veist að Guðinn sami. Hann kallaði þig, mig fyrir margt löngu, já 20 árum eða eitthvað svoleiðis, og ég ennþá að þjóna sama Guði með sama eld og hann hefur alltaf haft. Og hann kveikir þennan trúareld í mér og já, hann bálast upp af því að það vilji Guðs. Hann bálist upp. Og hvað gerist þegar bálast upp? Þú hefur ofboðslega gaman að þessu áfram og þú ert ekki að segja við sjálf þig, maður nú að endurtaka sömu tökuna aftur og aftur. Það getur vel verið að það sé og sennilega það rétt. Þú upplifir það ekki sem sömu tökku. Þú upplifir svona þátt, alveg spánían þátt sem hefur aldrei verið gerður áður og það rétt. Hann hefur aldrei verið gerður áður þessi þáttur. Hann nýr. Og svo það líka sem bæði ég og þú höfum séð að þegar þú hlustar á svona efni, þú ert náttúrulega marg oft búin að sjá þetta andlit og ekki orðum það meira. En samt fullt af efni í þessu þætti sem snerti við þér. Færi til að hugsa, færi til að, já, þetta var nokkuð gott, já, og segir meira þess að stundum, já, ég þurfti nú að heyra þetta. Þetta tugga svolítið. Já, ég þurfti að heyra þetta. Og gott að heyra þetta núna. Það alltaf gott að heyra Guðs orð. Já, núna. Þess vegna hefur að þakka fyrir fólk sem sinnir sínu verki, vegna þess að það líka, það gerir þetta náttúrulega fyrir sjálft sig, vegna þess að það trúað og elskar Jesú, en veit líka að þetta uppberu mann og konu. Eins og það því ætlað að gera. Þess vegna heldur þetta allt áfram. Þess vegna virkar þetta allt eins og drottinn ætlar að virka. Þú veist það ekki, ég veit það ekki, en ég veit að það virkar að því ég veit hver kallaði mig. Og ég hef margoft sagt það, og þú veist það jafnvel og ég, að drottinn ekkert að ausa neitt í botnlausa tunnu. Það veit nú alveg hvernig ná að halda vatn í tunnu. Tunnan þarf að vera heil og þá þetta hell í hana á barma. Og svo meira og ef að menn vilja fljóti yfir þá hella það meira. Og þá fer vatnið á jörðin og svo dreifist það í kring. Sem ég segja þannig að gera þetta. Og það getur vel verið að sé þannig en allavega veit ég að þetta fyrir tunnu segjum það. Já, hún fer á barm og yfir. Og það það sem að þú ert að heyra. Þú ert að heyra úr fullri tunnu
sem að merkir það í raun og veru að efnið var klárað. Það var hafið og það var klárað. Og það að klára efni í raun að fylla tunnuna. Og það byrjaði að flæða yfir. Og þú ert að heyra það. Það má segja að þú sért að fá til þín yfirflæði þegar þú opnar á þetta efni. Þannig það heilmikill leyndardómur í því að fylgja Guði og fullt af opinberunu sem að hann að dæla út sem gerir okkur þetta skiljanlegra en ella væri. Hann í því að útskera fyrir mönnum og konum sitt orð. Hann gerir það með alls konar hætti og við fáum nýjan vinkil á, gott að hann nennir þessu kallinn. Segjum við, ekki svo að skilja menn að við sé eitthvað að velta því fyrir sér. Ég er ekkit engin lykilmaður, allir umræðu í kringum mig og skárra á herinu. Ef það væri þá og hafa menn nú ekki mikið að ræða ef það væri. Ég held nú ekki, það sé nú ekki þannig. Kannski getur verið að mönnum finnist á stundum, en það er eitt að finnast og svo er raunveruleikinn allt annar. Og þetta er nú eitt af því sem að maður hefur lært fyrir margt löngu, og margt annað líka. Ævi mín, að ég nú er komin 8 ára aldur, þú voru aðtóða það, að hún er búin að segja mann alveg helling. Þegar ég var 16 ára, þá lofa ég þér því, þá kannski þóttist maður vita allt, en í dag segir maður að maður vissi nú bara akkurat ekkert þá, já, eitthvað kannski, en pingulítið, en miklu meira núna, en ég veit samt, ekki nærrið í allt, og mér langar ekki til þess að vita allt, það lítur að vera alveg skelfilega leiðilegt, þú veist allt, það þarf sterkt hjarta til þess að þola það. Þetta kemur allt saman í skömmtum, og Drottinn leyfir okkur að tala út sitt orð sem hann gefur að tala, það ekki öllum gefið að tala hans orð, og hann veit alveg líka aðferðina með hvert og eitt okkar. Ég hef oft vitnað það að ég til að mynda, kannski er maður sem þarf að þjálfa mig upp, ég held ég sé nú maður sem þarf að þjálfa mig upp í nýtt hlutverk. Og Drottinn auðvitað vissi það og hann hefur gert þetta. Hann hefur þjálfað mig upp í að verða það sem að ég er til að mynda í dag, á þess að ég væri neitt að velta þessu fyrir mér að þetta væri staðan. Ég bara fór í það að því hann bað mig að gera það. Svo horfum maður tilbaka, þá sér maður að þetta var kannski grunnurinn að því sem maður er í dag í Guði. Og ég get alveg sagt það, einu sinni enn, svo sem oft sagt frá því, að við fórum að stað með bænastund í Hafnarfirði, í húsi í Hafnarfirði, sem við fengum bara að láni, við máttum vera þar, með svona eitthvað uppákomur. Við vorum nú reyndar ekkert með miklar uppákomur þar, en við máttum það ef við viljað. En hvað það, þá fórum við af stað með bænastund þar í þessu húsi, og þá hafði Drottinn sagt mér hvernig ég ætti að hafa hana. Hann sagði mér að allir þeir sem kæmu, að þeir ættu náttúrulega að hafa með sér orð Guðs, svo ætti hver að lesa og svo ætti hver að tala það sem hann las. Og ég byrjaði, ég held ég á nú yfirleitt byrja, mann ekki alveg hvernig það var, það skiptir ekki máli. Og ég las bara eitthvað, handahófs, og svo talaði ég það sem ég var að lesa. Og ég man alltaf eftir því að maður hafði ekki mikið úthald í að tala að því maður var að þjálfa sig. Þó maður áttaði sig ekki á því að þetta væri þjálfun til einhvers meira. Og maður var harla glaður þegar maður komst upp í 2,5 mínútu. En þá líka bara stoppaði allt, að því ekkert að vera þessu lengur og næstu gjöru svo vel. Það var alveg sama með hann og hana, voru nú konur þarna líka. Að menn gerðu þetta og svo töluðu þeir þangað til að get ekki meir og þetta var bara stuttar stundir hjá hverjum. En þetta er grunnurinn af því sem er í dag. Svo allt í einu uppgötaði ég það að ég gat tala eins lengi á ég vildi og þannig er staðan í dag. En þarna byrjaði þetta. Og þessu litla sem hann lét okkur í og yfir, ég veit ekkert með hina hvernig staðan er þar því að við erum ekki svo sem í ranni hvors annars öllum stundum og kannski spyrjum lítið þetta.
En svona var þetta hjá mér, að því að ég fekk þjálfun og ég er mjög þakkláttur fyrir það að hafa fengið þjálfun. Hann hefur ekki bara sett mig í bát og ítt mér á flot og svo bara fer báturinn eitthvað. Kannski gerir það af einhvern. En hann hefur ekki gert það við mig, heldur hefur hann þjálfað mig upp, já í öllu. Þú bara hlýðir Guði og ég gerir það fyrir mig. Svo eftir á sé ég, hugsanlega mögulega, að já, þarna byrjaði þetta. Ég var að tala á þann bænina og þau vorum að lesa upp úr nýjatast eða orðið Guðs og útlista. Það var byrjunin á því sem við erum að gera hér. Svona vinnur Guð. Að vísu hef ég nú ekki vitnað beint upp í orð Guðs. Það er nú til sið sem því mönnum sem að tala, að vera með orð Guðs, og ég ætlaði alltaf að gera þetta þannig. Það stóð aldrei til neitt að gera þetta eins og ég geri það. Heldur ætlaði ég alltaf að vera með orð Guðs, lesa eins og flestir gera, en einhvern veginn svo hætti það. Það varð aldrei neitt af því. Og ég segi bara fram að bera að hlýða Guðinn mönnum. Mönnum, já, ég er maður. Þannig ég hlýði Guði. Þannig ég hlýði ekki sjálfu mér einu sinni, ef út í þetta er farið. En ég vildi hitt, að ég þekkti hitt af þeim sem að voru að tala svona í 99% tilvika. Þá gerðu þetta svona, þeir voru með orðið, þeir raman sig. En ekki þessi stóri feiti kall, ekki ljóti, feiti kall, en ég var nú kannski ekki feitur þá. Hann hefur farið, já, ekki sínar leiðir, þetta eru Guðs leiðir. Og alveg gildar leiðir, því að þú heyrir að þetta er Guðs maður sem er hér að tala. Sem talar orð Guðs svona, já, talar orð Guðs. Og leiðir bara anda Guðs að tala í gegnum sig. Þannig hef ég alltaf hort á þetta. Og líka þess vegna eru þetta hinnar ágætustu ræður. Því þetta er aðferðin, maður er dáinn sjálfum sér eins og við vorum að tala um hér í upphafi. Og Drottinn reisir maður bara upp í sér. Já, til verkana. Þetta er mín reynsla. Þannig hef ég fengið að sjá þetta. Og þetta er örugglega líka þín reynsla, hvað sem þú hins vegar hefur fengið að sjá í þeim efnum. En ég fekk að sjá þetta svona og ég er bara harta glaður með það. Ég hef skaman að vinna undir þessu og álagið er eiginlega ekki neitt. Ég hvíli bara í honum. Og þegar ég sest hérna, þá veit ég ekkert hvað ég á að tala. Svo þegar ég er búið með ræðuna, þá veit ég náttúrulega hvað ég var að tala. Hún fór kannski þess áttaði hérna, ég veit ekkert það. Og mér er raun sama. Ég vil bara Drottinn komist að með sitt, bara hér og nú. Ég hef alltaf talið það að vera mjög gott ráð. Ég hef aldrei nefnt að vera að standa í einhvern frösum. Ég hef aldrei séð með það. Og ég held að ég hef aldrei gert það heldur. Eina sem ég hef áhuga á að þú heyrir að mínu munni er Jesús krossfestur og upprisinn. Jesús fyrir mér er allt í öllu. Og ég vil að Jesús fyrir þér sé sömuleiðis allt í öllu fyrir þitt líf. Hann dó fyrir þitt líf, mundu það. Hann á það skilið að hann sé allt í öllu fyrir þitt líf. Hann dó fyrir það. Það er svo margt sem við getum verið að skoða, það er svo margt sem við getum verið að hamra á fyrir okkur sjálf sem eigur okkur trú, en dregur ekki úr trú. Sumt sem við gerum gæti verið þannig að það dragi úr trúnni og það er ekki góð biti. Við höfum ekki að vera það. Við höfum að vera það sem að eigur trúna, gefur kraftin. Þá leyfum við bara Drottni að koma og segjum, hér er ég Drottinn, taktu við. Gerðu þetta eins og þú vilt. Það var nú eitt af því sem maður gerði. Það sagði bara þetta, taktu við, ég stíði til hliðar og hafði þetta eins og þú vilt. Það var aldrei klikkað. Þegar við höfum góðan Guð sem tekur það alvarlega og hann leikur sér ekkert með sitt fólk. Það er enginn að hafa kynróða sem að stígur í Jesú nafni fram og líkur við verkið. Nei, hann er harðlega stoltur. Af hverju? Að þetta var gott efni sem hann var að bera fram með henni á hún. Þetta hroki. Þess að ég sagði á hann, þá veit ég ekkert hvað þér finnst vera hroki. En þetta er það sem ég hef lifað og þetta er það sem ég hef reynt
og ég segi frá því sem ég hef reynt. Og já, er það ekki bara sannleikurinn mesti? Það held ég. Líf manns í hnotskurn. Það er bara satt og rétt. Ef maðurinn er á þeim stað að bara vera ærleg manneskja, þá segir það rétt og satt frá. Og kann að finnast þetta nú skrítið og ef maðurinn er reynt mikið. Það er bara líka þannig að líf manna það bara stefnir þangað og hingað. Já, sumir reyna mjög mikið. Já, sumir er þetta mjög erfitt í raun og veru. En sumir, kannski, að því það er svo mikið hugarþel hjá okkur, við erum alltaf að pæla og við erum að láta orð annara mann og kvenna og sjálfur okkar kannski draga okkur niður. Það er kannski ekki endilega alvöru raunir, en raunir samt fyrir okkur að hversu völdum. Það liggur alveg fyrir að það er að hugsananna völdum. Það er, þetta er maður. Og segðu mér svo að maður þurfi ekki á Jesú að halda sem að hjálpar honum út úr þessu. Hvernig gerir hann það? Með því að fá hann til að horfa á Jesú. Þannig hjálpar hann honum út úr þessu. Og Drottinn er til að hjálpa. Hann er til að hugga. Hann er til að leysa málið. Sem að ég er búinn að koma mér í, segjum það, og rati ekki út. Eins og eitt sagði, við vorum einhvern veginn að tala nýliða, þá var ekki hrifinn af svo nýliðu þessi sem talaði, meira leiðum að það ratar ekki eins og út úr húsinu. Þau fundi ekki leiðin út. Þetta þótti óhefn fyndið og þetta er auðvitað fyndið. En þetta er nú bara sannleikur að við komum inn. Þetta er mikli gangar og langir og byrju, hvað fór ég þetta út? Þetta er óheyrilega fyndið, þetta er bara ósköp eðlilegt. Þetta er 2 skipti þá ratað þú blindandi út. Það er nú allt heila málið. En út komust við með fyrirhöfn eða yngri fyrirhöfn og það var líka það sem við ætluðum að gera í þetta skiptið. En svo rötum við inn og við rötum til Drottins og leitum hans að ráða og náðir hans, já, þess vegna oft á dag, að við kunnum lagið. Við kunnum lagið á því. Við höfum lært ýmislegt á langri leið og til að mynda það að sækja Drottinn heim. Hann er alltaf tilbúinn til þess að taka á móti þér. Þú og ég og við höfum reynt þetta í hvert skipti sem við höfum viljað. Og sumir leita þangað oft og finna sig alltaf jafn velkomin þó þau komi oft og fari oft, kannski ekki í stormi, sumir fari í stormi, en þeir geta komið aftur. En þá var það líka að hrópa í Jesú nafn, við dyrnar Drottinn hleyptu mér inn og hann opnar og þú ferð inn. Orðið reynslunni ríkur alveg algjörlega ákveðin því að nú gerist ekki neitt, nú skulur þau bara þjóna honum það sem þetta er. Og kannski gerur það. Þannig að lifa okkar lífi og umfram alltaf muna að það getur svo margt hent manneskju og þú ert að horfa á manneskju. Fullkomna í þínum augum auðvitað, en þessi manneskja viðurkenni það nú ekki. Enda breskleika vafinn manneskja frá til öðum. Ekki mjög upptekin á sjálfu sér, en kannski svona aðeins, því að við megum nú vera aðeins upptekin af okkur sjálfum, því að náttúrulega þetta er mitt líf og ég þarf auðvitað að huga að því. Og geri það, ekki ætla þú að gera það fyrir mig. Og ég þarf að sinna þessum fallega kroppi sem að Drottinn gaf mér og sér hérna axlabönd og skyrtu og með krossi á allar græjur maður. Þessu líka flottur krossinn. Já, svakalega flottur. Að vísu fer við axlabandi yfir, þannig það er víst erfitt við það að eiga úr því að maður vill nota axlabönd á hann á borð. Þá hefði, já, krossinn náttúrulega er bara á þeim stað sem hann er bestur. Svo er axlabandi yfir. En ef ég vil, þá get ég bara sýnt þér krossinn. Það er svo vel, ég er hann. Nú er hann farin svona hluta til. Þannig við sjáum að efni getur verið alls konar. Kristilegt efni getur verið alls konar. Og fræðslan er framborin alls konar. En fræðslan í Jesú nafni er samt alltaf
með hringinn utanum þetta Jesú nafn. Hún er alltaf þær inni í þessu Jesú nafni, inni í þessu hring, að því þar er fræðslan sem ég og þú þurfum á að halda. Hún er inni í þessu hring sem heitir Jesús. Þú ferð ekkert út fyrir hann. Því þú ferð ekkert út fyrir orðið í raun og veru. En orðið er vítt. Það tekur á mörgu, það tekur á öllu. En þannig að þú getur í raun og veru lýst allir lífflórinni án þess að fara nokkuð tímann út fyrir orðið. Þetta er leyndardómur, kæri vinur, sem við erum að bera fram hér, og þetta veistu ef þú ígrundar málið aðeins betur. Þá sérðu þetta, já, þetta er svona. Það er það skemmtilega við Drottinn og orðguðs að þú segir alltaf, já, þetta er svona. Já. Þetta er endalaust fræðsla, endalaust af nýjum uppgötvun í Guði. Þú ert búin að vera kannski lengur en ég, og margir eru auðvitað búin að vera miklu lengur en ég. En sjálfur er ég ennþá að uppgötva alveg fullt af nýju, já, ég sá þetta ekki svona áður, núna sé ég það svona. Og þá var maður kannski búin að fá opinberun á einhverjum stað, reikningar að segja það, og nú fær maður aðra opinberun og þá hefur bæst við opinberunina þetta, já, þessa setningu eða þetta orð eða hvað sem er. Þannig þú ert alltaf að vaxa. Þú ert að leyfa vöxtunum eða þú ert að fóðra vöxtunum þannig að hann fór skilyrði til að stækka. Og það er markmið. Þannig þú sér að setjast á uppnir sér og bara, já, þetta er nú komið ná, ég bara ná, já, veit nú alveg að orðið nógu mikið í þessu. Þetta er rangt. Þú veist ekkert of mikið í þessu. Þú veist ekki ennþá nógu mikið í þessu. Þess vegna líka heldur áfram. Þetta er svona drifkrafturinn í okkur sjálfum sem að trúin kemur á stað. Þess vegna erum við alltaf að næra trúna. Förum við ekki að samkomu til að næra trúna. Förum við ekki að samkomu til að hitta, já, kristi fólk. Jú, einkum og sérlega gerum við það. Við förum á samkomu fyrir okkur sjálf. Og samkomur í 99% tilvikum eru bara mjög fínar. En kannski ekki alltaf mjög fínar af því við erum ekki alltaf rétt stemd á þessu samkomum. Og þá mætum við skrýtnu augnaráði sumra. Og það er allt í lagi. Við þolum alveg að mæta skrýtnu augnaráði sumra. En þá höfum við ekki út með söguna. Sumir gera það, fara út með söguna. Það er svo sem eiga að gera þetta eins og það vilja. En ég gera það ekki. Ég tað með mér það að vera nú ekki mikið að því. Og það vistu sem þekki mér. Þetta er aukaatriði og aðalatriði er það að vera vel að sér í orðinum og þú getur alveg verið jafn góður í orðinu og ég og miklu 1000 sinnum betri. Það er ekki málið. Þetta er ekki keppni á milli okkar hvor er betri í orði Guðs. Við trúum, við eigum trú, við ræktum okkar trú og það er mér nóg. Og þú segir þetta með mér, það er mér nóg. Já, það er mér nóg. Þannig að það er líka hægt að einfalda þetta alveg helling og það sem er mér nóg, já, það er nú töluvert mikil einföldun. Þá sérðu bara, horfur á það sem þú hefur lært og numið og þú vinnur með það, þú getur ekki unnið með neitt annað. En þú við þetta lærum hvort af öðru sem er allt annað mál. Þú lærir að mér og ég læri að þér og þannig er þetta sett fram að Guði því að hann býr til samfélag í þessum efnum. Þú sækir samfélagið, já, til þess að uppörfa sjálfan þig og uppörfa aðra. Þannig Guð veit alveg hvernig hann á að gera þetta. En við verðum að leyfa honum að gera þetta. Og við verðum að leyfa honum að fara með okkur þangað sem hann vill að við förum. Hann vill alltaf að við sækjum samkomundan okkar. Bara alveg hikstalaust. Og flestir gera það nú, en þú sér það á þessu samkomu fólk sem hefur sótt samkomur, já, bara alveg séð að þú byrjar að sækja það samkomur. Og svo koma menn náttúrulega og svo líður kannski langt þangað til sömur koma, en hvað getur maður gert í því? Ekki neitt. Maður reynir bara að standa sína plikt sjálfur. Ég get ekki gert neitt annað. Sama er með þig að þú getur heldur ekkert gert neitt annað en að standa bara þína plikt. Það er bara þitt besta mál og ég raun og vera alveg nóg fyrir mig að standa mína plikt í Jesú nafni. Og það er það sem maður vil gera og það er það sem
hefur drifið mann áfram í alla þessa áratugi í raun og veru. En við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.